Já, komið sæl, hæðin sem hefur verið að færa okkur þetta fína veður, en nú að á undanhaldi færist hérna suður á bóginn og í staðinn að þá fáum við hérna lægð sem kemur upp á landinu og skilin frá henni verða að fara yfir landið helgina og síðan þegar að hún komin hérna austur fyrir að þá tekur við norðanátt hjá okkur og kólnandi veður. Og ef að við skoðum hitasviðið að þá sjáum við hvernig þessi hlýja tunga sem að fylgir þessum skilum, hún fer yfir landið og á morgun og sunnudaginn, en síðan svona sunnudagskvöldið þá fer norðanáttin að kræla á sér og við sjáum hvernig kaldur loftmassi steypist hérna yfir landið og þá fer væntanlega að frysta á öllu landinu. En við skulum skoða hvað að gerast núna næsta sólarhringinn. Það svona rólegheit í kortunum núna í nótt og svona í fyrramálið þá fer suðaustanáttin að kræla á sér og við sjáum hvernig skilin að koma inn á sunnan og vestanvert landið og svona hádegisleitið þá verður farið að rigna hérna á suður og vesturlandi. Norður og austanlands ætti nú að verða nokkuð þurrt en síðan munu þessi skil einnig fara yfir norður og austurlandið á leið sinni austur á bóginn. En svona lítur þá Íslandskortið út á morgun klukkan 15, það suðaustlæg átt hérna sunnan og vestanvert landið, annars áttin svona nokkuð breytileg. Hitatölurnar eru í nokkuð fínu lagi, víða svona 6-8 stig, en við sjáum hérna að það ferði að rigna landið sunnan og vestanvert meðan að það ætti að vera þurr dagurinn hérna á norðausturlandi. Og ef við skoðum síðan hvernig þetta þróast áfram að svona 18 kvöld þá verður svona skilin komin hérna vel inn á landið og síðan raun og veru svona aðfaran á sunnudag sem þá kemur aðal skilabækkin hérna inn á landið og sunnudagurinn verður nokkuð blautur hjá okkur og sjáum svona hvernig þessi skil svona að færa sig út af landinu svona þegar kemur fram á sunnudaginn og síðan á sunnudagskvöldið að þá fer norðanáttin að koma inn. Og svona lítur þá Íslandskortið út á sunnudeginum, áfram nokkuð milt veður hjá okkur, hitatölurnar víða svona 4, 5, 6, 7 stig. Það verður úrkomu samt í öllum landshlutum og síðan á mánudaginn að þá verður norðanáttin komin inn hjá okkur, þá fara kólna hjá okkur, forðið frost hérna norðanvert landið, hitatölurnar svona rétt og yfir núllinu sunnanlands, einhver svona snjókoma norðan til en ætti að verða þurrt og sólríkt á Suðurlandi. Og áfram á þriðjudeginum að þá svona bætir bara í norðanáttina og svona bætir í kuldanum sem að komi frost á öllu landinu, áfram verður einhver élegangur norðan til en það ætti nú svona að vera mestu þurrt á Suðurlandi þó svo að það mun nú ættilega detta inn einhver snjóél þar líka. Og við skulum skoða hvað að gerast í kringum okkur, það ekkert sem að minnir að vorið hérna í Skandinavíu, kalt og blautt hérna í Noregi þó að sé nú þurrt hérna í Svíþjóð og Finnlandi, kalt á Bretlandseyjum en bjart en síðan lagðasvæði hérna yfir álfunni þannig að það víða rigning og við þurfum að fara alveg hérna suður til Aþenu til þess að komast í sólina en það spáð því að hámarkshitinn verði 20 stig. Og síðan ef við förum hérna að Atlantshafinu þá nú ágætis veður á hérna Íberíuskaganum víða sól en það nú frekar svalt við sjáum að það ekki 8 stiga hiti í Madrid á morgun. En ef við förum til Kanaríeyja þar verður aftur á móti fínasta veður það bara hæg norðlæga átt og sólríkt svona víðast hvar og hitatölurnar svona í kringum 18 til 20 stig. Og síðan við förum vestur hafa þá nú fara að létta til hérna við austurströndina svona sólin farin að skína bæði í New York og Washington en það fremur svalt sem hitinn ekki nema 12 stig og síðan hérna á Flórídaskaganum gert ráð fyrir að það verði talsverðar dembur á morgun. En hjá okkur á morgun að það eru skil sem að koma inn á landið fyrir að rigna sunnan og vestanvert landið svona kringum hádegið og síðan allt land annað kvöld. Við látum þetta duga veri, verið sæl.